gervigreind ekkert eitt. Hún notuð til dæmis í læknavísindum við að analysera röntgenmyndir og þar hún að gera góða hluti. Það ekki mikill skaði, sérstaklega vegna þess að það síðan mannlegur expert sem síðan mun skoða niðurstöðurnar. En svo þegar gervigreindin fer að vera partur af fjármálakerfinu til dæmis, af verðbréfamörkuðum, þá fer þetta að verða svolítið flókið og ekki síst þegar við vitum ekki hvað veldur hverju í okkar í ferlunum. Það eitt af helstu vandamálum nútíma gervigreindar að það ekki hægt að rekja ákvarðanatöku af hverju gervigreindin velur að gera það sem hún gerir vegna þess að þetta tauganet en ekki eins og við kallum þetta táknræn gervigreind í gamla daga þar sem var bara hægt að líta á kóðan og rekja sig tilbaka hvers vegna einhver ákvörðun var tekin. Þannig að þetta svolítið flóknara í dag og hættulegra og þá einmitt spurningin hvernig við byggjum þessar varnir og pössum upp á að gervigreindin fá ekki tækifæri til þess að valda þessum skaða. Og ég held að hlutverk háskólana fara að verða meira krítískt og það getur skaðað bara hreinlega samfélagið ef þeir ekki partur af þessari þróun og þess vegna þarf mikið fjármagn inn í háskólana, inn í rannsóknir og öllum sviðum háskóla til að bregðast við þessari tækni og vera þátttakandi í því hvernig hún þróast. Við þurfum að sjá fram í tímann svolítið hvernig þessi tækni verður notuð og vera með varnagla og hugsa verulega mikið siðferðisleg mál í því hvernig við þróum þessa tækni. Og þar háskólarnir mjög mikilvægir, bæði innan tölvuvísindanna og verkfræði, en alveg eins innan hugvísinda og félagsvísinda vegna þess að það þessar siðferðislegu spurningar sem munu koma mjög sterkt inn og hvernig við gagnrýnum þessa tækni og þá við alveg að tala að bókmenntafræðin til dæmis hefur gífurlegt hlutverk hér vegna þess að þetta texti sem kemur út og við þurfum að analýsera þennan texta. Ég held að gervigreindin eins og sé ekki beint skapandi, hún getur, við köllum það skapandi gervigreind stundum, en hún getur raðað saman hlutum á nýjan hátt. En hún náttúrulega ekki líkamleg, þannig að hún finnur ekki til, hún ekki í tíma og rúmi, hún ekki að bregðast við aðstæðum eða líðan, þannig að hennar sköpun meira svona einhvers konar synthesis, samþætting úr því sem hefur verið búið til af okkur, mannfólkinu. Þetta hálfgert gerviefni sem við erum að fá, þannig að við erum að fá gerviefni úr gervigreindinni. En það ekkert að því, þetta skemmtilegt og þetta nýtist til margs. Gervigreindin gæti skapað bítlalög eða ljóð eftir Jónas eða Stein Steinar af því að það til, það gamalt og það búið að rannsaka þetta og ritrýna þetta í áratugi. Hins vegar gæti hún ekki komið með nýju bítlana, bítla 21. aldarinnar. Þeir ekki að fara að koma í gegnum gervigreindina. Til þess þarf að vera partur af samfélagi, hafa skilning á lífinu og einhvers konar tengingu við það sem í gangi í okkar samfélagi og það hefur gervigreindin ekki. Og ég held að í framtíðinni þá mun gervigreindin vera miklu meiri þáttakandi í okkar verkum en ekki svo að hún sé bara að spýta út einhverju sem við bara tökum sem gildu og mannshandinn eða hugurinn komi hvergi að.